Hann segir að þá verði hún að vera hugrökk. Hún heldur það nú. Hann segir henni þá að fara heim og láta sem ekkert sé, samþykkja brúðkaupið og látast glöð. En hún fái hjá sér kröftugt jurtaseyði sem hún skuli drekka kvöldi fyrir brúðkaupið. Þá mun hún stirðna og líti út fyrir að vera dáin morguninn eftir. Hún verði þá flutt í grafhýsi, en hann láti senda eftir Rómeó og svo bíði þeir eftir hún vakni af dvalanum. Þá geti þau flúið saman. Það fer sem Lárens hafði sagt. Júlía virðist skipt skoðun, en drekkur seyðið og fellur í dá. Hún óttast það helst að vakna of snemma, alein innan rotnandi leifar forfeðra sinna. Morguninn eftir breytist brúðkaupsgleðin í sorg yfir dauða Júlíu. Hún lögð í grafhýsið og bróðir Lárens lætur senda eftir Rómeó. Rómeó hafði dreymt að hann væri dáinn, en að koss Júlíu hefði lífgað hann við. Nú kemur þjónn Lárensar og segir honum að Júlía sé dáin. Rómeó rýkur þegar af stað til Verónu. Hann tekur með sér sterkt eitur. Rómeó verður fyrir slysni og undan Lárens í grafreitin og byrjar samstundis að reyna að komast að líki Júlíu. Í því kemur París með blóm. Hann sér Rómeó sem að hans álit sekur dauða Júlíu. Hún hafði jú dáið úr harmi vegna frænda síns. Hann heldur að Rómeó sé mættur til að spilla líkunum og skipar honum að hætta. Rómeó varar hann við og biður hann að neyða sig ekki til að drýja nýja synd. París lætur sig ekki og það endar í bardaga. París deyr, en lætur Rómeó lofa sér að leggja lík sitt við hlið Júlíu. Rómeó kemst að líki Júlíu og finnst það furðulega fagurt. Hann veit að þjónn Parísar hefur farið og sótt verði og nú vill hann dvelja þarna hjá sinni fögru Júlíu að eilífu frekar en að vera dregin burtu. Hann kyssir Júlíu heitum kossi, sækir svo eiturflöskuna sína og drekkur. Hann hnígur að barmennar örundur. Í því kemur bróðir Lárens. Hann finnur Rómeó og París dána og sér að Júlía að vakna. Júlía nokkuð ringluð en spyr Rómeó. Lárens biður hann að koma með sér. Þau verða að forða sér, enda heyrir hann í hópi manna á leið til þeirra. Hann nær ekki að fela sannleikann fyrir Júlíu og þegar hún sér að Rómeó dáinn, tekur hún eiturflöskuna og átelur Rómeó fyrir að skilja ekki eftir eitur fyrir sig. Lárens ýtir enn á eftir henni, en þá tekur hún skyndilega rýting Rómeó og stingur sig í hjartað og fellur dáinn ofan á Rómeó. Í því ber fólkið að, þar á meðal Eskalus fursti. Aðeins seinna koma bæði Montag og Capulet. Lárens útskýrir allt og segir að hann hafi haldið að ást Rómeós og Júlíu yrði ættarerjónum yfirsterkari, en svo hafi allt farið svona. Hann býðst til að taka alla sökin á sig og þola hvaða refsingu sem er. Eskalus ákveður að hér verði engum refsað. Hér hafi einfaldlega hatur ættana og valdið mikill ógæfu. Nú sé löngu komið nóg. Capulet og Montag átta sig á því og fallast í faðma. Þeir skiljast sem vinir og helst vináttan upp frá því og friðurinn.